eins og vanalega þá byrjum við á fréttum dagsins, María. Já, heyrðu, það verkfall Eflingar sem kannski svona aðal fréttinnar í dag og koma þetta stundum fleiri en ein frétt á dag. Já, það áróðustríð í gangi. Já, mikið áróðustríð. Við ræðum þetta líka aðeins í feminísku fréttum. Já. Þetta kemur náttúrulega inn á feminisman líka. Já, heldur að Sólveig Anna fái svona verri útreið í fréttum að þjóna kona? Já, alveg klárlega. Ég held að þessi Halldór Benjamín, hún sé trúað að því hann kall? Já, sko, ég held líka bara ef að við bara tökum Sólveig Önnu og skiptum henni út fyrir Ragnar Þór eða eitthvað, sko, það nóg að gera það, sko, til þess að sjá fyrir sér að sko, hún fær verri útreið fyrir það sem hún segir og gerir heldur en kall. Þannig að ég held að það sé ekki spurning. Og líka annað svona sem ekki tengist kynjunum, heldur kannski svona stjettum. Það ég held að það verið í morgun, eða hvort það var kannski í gær. Þá var frétt frá Íslandshótelum, það sem var einhver yfirmaður þar, sem var að segja hver var í vilji starfsfólksins sem þar inni. Já. Og var reyðilega stilt á móti stjettafélags starfsfólksins. Einmitt. Og hann var svona leiðrétt að það. Já. Og ég var að velta fyrir mér, sko, við ekki komin eitthvað, gengur það vel í dag að fyrirtækjaeigandi sé talsmaður starfsmann í fjölmiðlum, eiga fjölmiðlum ekki einhvern veginn að hafa einhverja svona varnir? Það er náttúrulega mjög skrítið hvernig fjölmiðlar eru að fjalla þetta mál í raun eða þessi mál líka. Og eins líka bara, það er svo margt undarlegt í þessu. Af hverju verið að spurja líka ráðherra út í hvernig líst á verkfall? Já, þú veist, af hverju ekki tala við starfsfólkið? Ráðherra ætti alltaf að segja bara, mér líst alveg frábærlega verkfall. Já, eiginlega flesta sem gott í okkar samfélagi hefur verið byggt upp á harðri verkfallum og mér finnst það bara healthy að sé verkfall. Já, það er bara rosalega skrítin stemning í samfélaginu núna og hvernig í fjölmiðlunum, í fjölmiðlunum, en ég held að þetta smitast og fjölmiðlarnir geta náttúrulega haft áhrif sem kannski þriðavaldið og allt það á umræðan í samfélaginu og hvernig og fólk fer að trúa því að hlutinni séu svona hinsegin ef að þeir lesa nægilega mikið það í fjölmiðlum. Þannig að við þurfum kannski senda því í heitapotinn til þess að kanna. Já, kannski. Ég tuða mikið yfir því að sko, það er allir fjölmiðlar að fjalla kjaradeilu, en engin fjölmiðl nema Samstöðin fjallar kjör fólksins sem er í vill fá bætt kjör. Ég hef ekki séð neina tilraun til þess að greina það með nokkrum hætti hver staða þessa fólks og ég gerði núna í dag í Samstöðinni, ég veit ekki hvort að við séð það, þá var ég með svona greiningu á stöðu eigenda Íslandshótela sem verkefnið að fara fram. Það mitt. Ég meina þess að fann mynd á hann til þess að hafa þetta með, ég veit ekki hvort að Laufey getur fundið hana. Ólafur D. Torfason. Sko málið að það er einn maður sem á rétt hann. Hefur séð hann áður? Nei. Já, þetta er nefnilega Ólafur D. Torfason. Hann á rétt hefnilega 74% í Íslandshótelum. Og þetta eru Grand Hotel og einhver þetta eru 17 hótelið út allt sko. Og það er nýja hótelið við Lækjargötu og eitthvað. Já, alls konar. Og þetta er merkileg saga þessa manns. Hann er sonur kaupmanns. Torfason sem er að Þingholt og er ekki á Grundarstíg. Já. Og Ólafur keypti búðina af föður sínum, ég held að hann hafi verið innan við 20, það hafi verið 19 ára þegar hann keypti búðina. Því þá var Torfi að fara að vinna í svona félagi smákaup, eða svona, ég veit ekki hvað það var kallað, smákaupmenn, það voru þeir svona reka hverfisverslanirnar. Því að þá var að verða til svona bylgja stórmarkaða, þetta er alveg, þannig hagkaup komið í skeifuna og stórmarkaðnir eru svona farnir að veikja stöðu hverfisverslanirnar. Þannig að pappa svo var að vinna í það og vinna í því og Ólafur keypti búðina og rak hana, stækkaði hana og ágreiti sjálfur, kannski einhverju sem að voru í bygguðarni í hverfinu eða voru í MR á svona 8. áratugum með að geta munað eftir honum sem ungu manni að ágreiði í slopp. Hann
svo þróast þetta þannig, þetta sem pappa var að gera, sem var að vera í svona bandalagi smákaupmanna, það er ekki alveg rétt orðið, sko, smákaupmann, en svona smá verslana, kaupmanna í smáverslunum, að þeir vildu finna leið til þess að svara stórmörkunum sem að höfðu innkaupa getu, þannig gáttu að lækka verðið, þannig þeir vildu búa til svona innkaupasamband. Og það þróaðist yfir í það að þá vildu þeir svona opna innkaupasamband, því þetta kaupgarður, þar sem að það var svona lager verslanina og þar sem að þú sem neitandi gast komið og keypt á sama verð og kaupmennirnir. Og þetta er fyrirmyndir að þessu víða heim. Þetta er eins og Costco á að vera ekki? Svona sömuleyti, Costco er eiginlega og hafa verið. Og þá vantaði mann til að reka kaupgarð og þá réð Torfi son sinn, Ólaf, og hann fór í að reka kaupgarð. En hann gerði þá kröfu, hann vildi ekki vera að reka eitthvað, hann hefði aldrei unnið, hann hefði bara unnið mjög skamma stund hjá pappa sínum þegar hann var innan við fermingu, svo keypti búðin af pappa sínum, þannig að hann vildi bara vinna hjá sjálfum sér, þannig að hann gerði þá kröfu, hann ætti kaupgarð, svona stór leiti, ég held að þeir feðgar af 70% og svo hafi hitt verið í eigu þessa svona bandalags smákaupmannana. Og þá fóruð hann að reka svona stærri verslanir og svo keyptu þeir, komuðu inn í það að þeirra var að vera endurskipuleggja miðbæinn í Garðabæ. Þá er hann það er svona verslunarmiðstöð þannig við hliðina á blokkunum, ekki það sem að Hagkaup er niðri við Hafnarfjarðarveginn. Þetta er aðeins innar, ég veit ekki hvort þú komið hann inn, maður labbar svona inn í svona verslunarmiðstöð og þar inni er stórmarkaður, eða var, ég held að það sé búið að loka, sem er Garðakaup. Já, einmitt. Já, og þeir feðgar... Þú ert ekki að tala um Garðatorg? Já, þetta er Garðatorgi, og þeir, til þess að geta gert þetta, að þá keypti eða gekk Ólafur inn í byggingafélagið sem að byggði Garðatorg og blokkirnar þeim kring, þannig að hann var orðinn stórtækur í byggingabransanum. Og hann rak Garðatorg okkur tíma, svo selda það og seldi líka kaupgarð. Og hann var komin út í svona verktakabransa og átti Kolla Slaðbæ. Kaupgarður, var það ekki Kópavoginum? Jú. Já, upp í Engihjalla. Já, ég ólst upp hann. Já, hann rak þetta. Og komið svo bara á legg. Já. Og hann átti Hlaðbær Kollas, minnum að heitir, sem var í malbyggunarbransa. Þetta er eitthvað, þetta er bara farið. Ok. En hann er ekki að það komin í hótelbransan, þannig hann heldur áfram og hann hætti í skóla, því að hann leiddist í skóla, leiddist að heyra í skólabjöllunni hringinn og vildi bara vinna í búðinni á babba og kaupa hann og svo. Þannig að á þessu tíma þá ákvað hann að fara í stúdentinn og hættir svona fyrirtækjarekstri og fer bara í menntaskóla, 35 ára gamall og tekur stúdentinn. Og hann sagt að hann hafi dugsað, ég veit ekki, ég sá það bara haft þetta dóttir hans, það getur svona skólast til í fjölskyldusögum, en ekki, ég ætla ekki að alhafum það getur gerst. En síðan er hann í þessu byggingafélagi og það kaupir þetta er alveg upp að svona þéttingur Reykjavíkur, það er Ölgerðarreiturinn við Rauðarárstíg. Þau kaupa það og byggja þar upp marga blokkir og veitingastað og svona þjónustukjarna. Og einhvern veginn gengur þetta illa, þannig að endanum þá sér Ólafur eiginlega þetta og þar verður til Hótel Reykjavík og þá fer hann inn í hótelbransan. Og síðan sem er alltaf búið að vinda upp á sig. Já, þegar Holiday Inn gefst upp, sem að byggði húsið þar sem að Grand Hotel er núna, gefst upp að þá, og stóð autt í einhver tíma, ég held að það autt í hálft ár eða 9 mánuði, að þá kemur hann inn og kaupir hlut ásamt öðrum og svo eignast það að fullu. En hann rekur Grand Hotel sem að síðan eftir hrun verður svona liðurinn í því að byggja upp Íslands hótelakeðjuna til þess að fá peninga til þess að gera það að þá 2015 þegar svona túrismin er komin í gang og að þá koma lífeyrissjóðnir inn með 3,8 milljarða á núvirði sem nýtt hlutafé sem er nota til þess að bara byggja fleiri hótel og byggja fleiri hótel. Já, akkurat. Og ég tók nú saman hver ávinningur mannsins hafi verið af þessu. Já, er einhverjar svakalegar arðgreiðslur eða ekki? Já. Ekki einhverjar svakalegar arðgreiðslur sem hann hefur greitt? Já, ekkert svo mikið arðgreiðslum. Mest af þessu er hækkun eiginfjár. Þannig að hann hefur ekki tekið peningana út en nógu mikið. Hann hefur tekið sem að nemur á síðustu 10 árum held ég svona 7,3 milljónir í arð
sem að hann hefur fengið, eða fyrirtækið, það er ODT ráðgjöf sem á í Íslandshótelum sem hann á 98% í því. Þannig ég veit ekki hvort hann hefði tekið peningan út úr ODT ráðgjöf, en svona það hefur verið greitt svona 7,3 milljarða til hans eða fyrirtækja hans vegum á mánuði, síðan til 10 ár, en svo hefur það líka aukist gríðarlega eigið fé í fyrirtækinu og þegar lífeyrissjóðirnir kom inn í þetta félag að þá var gert svona samkomulag að svona 2022-2023 að þá myndu þetta vera sett á markað og það til þess að lífeyrissjóðir getur losnað út úr þessu aftur og fengið skráðar eignir af því það svona takmark fyrir hvað lífeyrissjóðir eiga óskráðum eignum. Þannig að markmið að setja þetta á markað og þá mun hann innleysa sko ef þetta væri bara á eigin fénu að þá hefur hann hagnast 17 milljarð á 10 árum eða 1,7 milljarð á ári. Hann með 360 manns í vinnu og á árinu 2021, það nýjasti ársreikningurinn, að þá borgaði hann 2,5 milljón rúman og það ekki nema 500 og hvað það 582.000 krónur á meðalun. Þá í árið 2021 voru meðalun landinu 823.000. Þannig að Þannig að borga vel undir 29% undir meðalunum og inn í meðalununum, þetta ekki bara herbyggisþernurnar sem á svo launum, heldur forstjórinn þarna og hótelstjórarnir allir á 17 hótelum. Þarna fjármálastjórinn og forstjóragangurinn og alls konar stjórnunarteymi og svoleiðis. Þannig að fólk í Eflingu sem að vinna hjá þeim á miklu lægri launum með þetta. En þó svo maður tæki bara þetta að þá meðallaunin sem borguð þarna, sem 29% lægri heldur meðallaun á landinu, þau duga alla fyrir framfærslu. Þannig og þá verður við að muna inn í tölunni forstjórinn og allir hans félagar. Þannig að þá liftast þeir upp og þá ítist eitt niður. Nákvæmlega. Þannig að hann hefur, þrátt fyrir að hafa hag upp á 1,7 milljarða ári út úr þessu rekstri, að þá hann að borga fólki laun sem að duga ekki fyrir framfærslu. Nákvæmlega. Og þetta náttúrulega deila. Þetta snýst deilan, já. Hvort að einn kall eigi að fá 1,7 milljarða og allir hinir bara sult og seiru, getum við haft þetta öðruvísi. Akkurat, en það eins og, það ítrekar enda snúa út úr því að þetta fjalli þetta. Þetta bara í þykjustunni að fjalli eitthvað allt annað. Bara eitthvað botlaus frekja inn í Sólvögunni. Já, einmitt. Það stundum sagt. Já, einmitt. Þetta mjög eiginlega bara, það bara gríðarlega mikilvægt að einhvern veginn það náist ekki að snúa þessu einhvern veginn alfarið í þess áttina. Mér saknaði þess að heyra fleiri raddir standa upp fyrir verkalýðsbaráttunni í Eflingu. Já, ég myndi helst vilja að fólk myndi ræða kjara deiluna sjálfa. Já. Fólk ekki að gera það. Auðvitað finnst mér að fólk standa upp og standa og ekki láta bjóða sér það að fjölmiðlar og ráða fólk sé að hella sér yfir Sólvögunni og styðja Sólvögunni. Já, en það sem ég að meina með því í rauninni að það sé verið að benda á raunverulega hvað verið að tala í stað þess að snúa þessu upp í svona rugl. Við höfum ekki að tala fólk. Nei. Það að veikasta. Málefnið. Síðan að tala atburði og atvik sem aðeins skárra en ekki náttúrulega gott. Þess að við höfum að tala hvað að gerast, greiningar. Nákvæmlega. Ég ólst upp í blaðamennsku, menn það var eiginlega megin hlutur okkar. Að það að segja fréttir var að segja frá einhverju sem að gerast, sem að getur skýrt hvað að gerast í þínu lífi. Hvað í gangi. Já. Ekki bara að segja að einhver hafi verið hissað, einhver fundur hafi verið stuttur. Mér finnst stundum eins og, hvað ekki Andrés Jónsson, Pérmaður og Friðjón Friðjónsson og fleiri, að þeir sem alltaf að tala hvernig leita hann út, hvernig komum út hjá honum, eins og það skiptir ykkur máli. Það fréttirnar meira minni að byrja að vera á því plani. Það á því plani, var þetta Eflingur núna, hvernig þau eru klætt í og eitthvað svona, eins og, þú veist. Þau með alveg hafa sína taktík, það skiptir einhver máli. Okkur ekki verið að fjalla efnið. Það líka eitt í þessu. Þú hefur umvel ekki rétt á að tala hvernig láglauna fólk slett. Nei, það annað.
Þú átt bara, þú í þínu Mari Mekko dressi, átt bara halda kjafti. Já, algjörlega. Þú veist, ef þú ekki græna grunn hvað það snýst. Nei, einmitt. Nákvæmlega. Kannski snerst þetta það að ég vil ekki vera í samninganefndina því að það eru sjónvarpsmyndavélar og ég vil ekki alltaf vera að birta myndaði hvernig ég er klædd. Ég er bara ekki dress í það að vera í sjónvarpinu. Þá skulum við bara hafa, mætum öll bara í uniformi. Já, einmitt. Þú veist, það getur verið ástæðan. Já. En fólk er ekki að velta fyrir því. Það eru að segja ykkur svona tískulokkur. Já, nákvæmlega. Ertu með fleiri fréttir? Já, það er fréttin á Vísi í dag sem er viðtal við veitingamanni í Vestmannaeyjum sem talar að þessi nánast ómögulegt að reka veitingastað við núverandi aðstæður. Og hann er að tala fyrst og fremst hráefniskostnaðinn. Já, hann nefnir það undan laununum. Þannig að og hann er að tala að það þurfi að skapa aðstæður fyrir svona meðalstóru lítil fyrirtæki til þess að geta rekið sig. Þannig að þú varst nú einhvern tíðan búin að skoða, var það ekki rekstur á veitingastöðum fyrir 2-3 árum, svona litlum veitingastöðum? Já, ég ert ekki að vísa í það þegar ég var að segja svona 40 sæta veitingastöðir, það verður ekki hægt að reka þetta nema svona sem fjölskyldufyrirtæki. Það sem ert eiginlega nýðast á börnunum þínum að láta þau vaska upp. Láta alla vinna það. Það er eins og þingolt, eins og sagan á baku þingolt ég var að segja aðan. Já, ég var eitthvað og líka það að ef þú ætlar að hafa þetta svo opið alla daga vikunar, bæði í hádeginu og kvöldin, að þá ættu komið 3 skiptar vaktir og 40 sæti og veitingast, það bara standið ekki undir því. Það bara verður svo dýr maturinn að það er ekkert sem að þannig að mér finnst alls konar svona algengar í útlöndum eins og fólk þekkir að það er bara lokað á sunnundum og mánundum og það er bara vegna þess að það er bara keyrt á einni vakt og það er bara ódýrara. Það er svo rosalega dýrt að svissa öllum yfir á 2 vaktir. Já. Þá þú komið með 2 kokka í vinnu og 2 sett. En hann er... Það sem ég veist eins og er að það hefur verið talað með í Bandaríkjunum eftir COVID, að þá hefur gengið illa í veitingabransanum að manna. Og það er vegna þess að fólki sem var á lágum launum fyrir hrun hefur ekki vilja hverfa til þess aftur. Kannski er þetta... Fyrir COVID. Fyrir COVID. Kannski er þetta hluti af vandamálunum að til þess að halda þessu veitingastöðum gangandi þá verður bara að hækka verðið. Já, og kannski var verðið bara lágt að það var ekki hægt að halda uppi nema að fólki sem var að vaska upp eða þrífa var að skýta launum. Það er mjög líklegt að það hafi verið þannig, en svo er samt líka náttúrulega gríðaleg bara verðbólgan náttúrulega bara matakostnaður náttúrulega alveg rokið upp núna. Já. Þannig að það er náttúrulega líka staðreynd. Og ég skjóti nefni frétt sem að var frá því í gær eiginlega, sem að því að það datt niður útsettingin hjá okkur í gær vegna þess að það voru okkur menn að byggja hús á Heklureitnum svo kallað og þeir klipptu sundur ljósleiðara. En það var könnun maskínu sem er reynda frá því í nóvember sem birtist í gær afstæða fólks til borgarfulltrúana. Það var ég verið með kort af því það sem að Sanna Magdalena var efst fyrir ofan borgarstjóran. Þetta eru erfiðar kannanir svolítið að því þú fær bara nefna einn. Já. Þetta er svolítið gert við ráðherrana og eitthvað svolítið. Þetta er alltaf að spyrja hverju vill þessi forsætisráður og borgarstjóri eða bara hafa einn kost. En þeir eru spurt hvaða fulltrúi finnst þér að hafa staðið sér best. En þetta er svolítið sérstætt að sósíalistarnir séu þannig efstir. Já, einmitt. Tilvonandi borgarstjóri í 5. sæti. Akkúrat. Með 8,5%. Einmitt. Já. Þetta... Einmitt. Og ekki er þetta vegna þess að umfjöllum fjölmiðla Sönnu Magdalenu Martudóttur hafi verið svona mikil. Nei. Dagur B. Eggertsson er upp alla veggi í öllum fjölmiðlum, en hann mælist ekki hátt. Einmitt. Þá er spurt annaðna sem er næsta graf. Þá er spurt finnst þér meirihlutinn standa sig vel og það er bara 21,5%. Borgarstjórn Reykjavíkur í falli á trausti á stofnunum samfélagsins fór niður í botnin.
fór bara niður í viðskiptabankana eftir hrun og hefur alltaf legið hana, þannig að þetta er náttúrulega rosa erfitt fyrir þetta fólk að ætla að reka einhverja pólitíku í þessu magnaða vantrausti sem í kringum pólitíkin í borginni og þú sér það minnihluti fær ennþá verri útkomu þó að sannað sé úr minnihlutunum og meðaltrausti. Það var líka spurt flokkana, ég veit ekki hvort að við séum að grafa því líka og það þetta svo ljótt grafi hjá þeim að það til skammar að sína það. Þarna er tíðindin að fylgi Framsóknar í Reykjavíkur hrunið og fengu 8,7% í kostningunum en eru komin í 8,2%. Og nú á hann samt er það ekki þeirra fulltrú að taka við sem borgarstjóri. Já. Og þá sérðu þarna fjólubláðsúluna að Píratar bæta mest við sig. Þannig að miðjufylgið hefur farið frá Framsókn yfir á Pírata og einhverju leiti yfir á samfélíkuna. VG er ennþá í einhver eyðimerkurgöngu, myndi ekki ná inn fulltrúa. Og breytingin er svo að Framsókn myndi missa 2, VG 1, Pírata fá 2 og samfélkingin 1 af þessu sem að núverandi meirihluta. Nei, sem að hreyfist til. Þannig að meirihlutin bætir sig sem er kannski í takt við grafið sem við sýndum hann áðan að fólk telur þó að telji meirihlutar standa sig fái til hann standa sig vel að þá er það helmikið fleiri en telja minnihlutar standa sig vel. Þannig að valkosturinn á móti meirihlutanum er ekki skýr. Nei. Ég er ennþá föst í því þegar ég hugsa meirihlutan í borginni þá sé ég fyrir mér braggan hana og stráin. Puntstráin. Það er einhver svona bara mynd sem er svona greift inn í hugamanns einhvern veginn ennþá. Ég held að þetta sé eitthvað svona úr áramótasköpunu frá því fyrir einhverjum árum sko. Fólki sem getur ekki móka götunar flutt inn puntstráin. Ég held að þetta sé vandi borgarinnar að þessa meirihluta að hann virðist hafa mestan áhuga á málum sem einhvern veginn skipti borgarbúa minnstu. Engu máli. En sinnir ekki bara sorpbyrðu og móka götunar og þrífa götunar. Nei. Herðu, verður ekki að flýta okkur aðeins? Við erum svo marga gestir. Aðeins að setja fút í þetta. Herðu, það var frétt þarna að Tyrkir koma í veg fyrir inngöngu Svía í NATO. Já. Vil kannski ræða það eitthvað? Nei, ég er bara þetta er náttúrulega hvað svona klúbbur er þetta NATO Þetta NATO fyrir bæri. Ef að Tyrkir geta meina Svía inngöngu vegna þess að það var einhver maður sem að kveikti Kóranum út á götu. Kveikti Kóranum út á götu, já. Það var ekki forsætisráðherrann sem gerði það. Nei, ég sá nokkra myndir af því að þeir voru einhverju Tyrkir að kveikja í sænska fánanum á móti. Þetta er svo bjánalegt. En þú veist hvað svona klúbbur er þetta? Já, þetta er náttúrulega bara fáralegt. Það hendar ekki bara Tyrkjum út. Það gera það ekki vegna þess að þeir eru svo hernaðarlega mikilvægir. Þetta eru okkar skítalar og við viljum hafa það inni. Já, og þeir eru að taka við, og það kemur kannski inn á aðra frétt sem er að Danir eru hætti við móttökubúði flóttamanna í Rúanda. Af því þeir alveg eins og Tyrkir fá bara greitt fyrir að taka móti sýrlendingunum, að þá eru þeir búin að átta sig á því að Danirnir að það eru fleiri innan Evrópusambandsins sem að hafa áhuga á því að gera eitthvað svona. Að taka á móti flóttamönnum? Áhuga á því að láta stoppa flóttamennina annars staðar, ekki fá það inn í löndin, þannig að semja kannski bara við eitthvað ríki. Ég veit það ekki hvaða ríki þeir hafa í huga sko. Þannig að þú veist, fyrst þegar ég las titilin á fréttinni sko, þá hugsaði ég með mér, já, þeir eru hætti við þetta, ok, frábært. Svo þegar maður fyrir að lesa meira, já, þá eru þeir eiginlega bara að hugsa eitthvað en þá vera jafnvel. Þannig að Tyrkir taka ótrúlega mikið af flóttafólki sem er lokað í Tyrklandi til þess að halda friði í Evrópusambandinu. Ég veit það. Og það er kannski þessna sem þeir fá að þetta líka að pöngast svona. Herðu, er þetta bara búið? Herðu, jú, ég sé hann á listan og nokkuð á listanum. Já, það er VG vill auðlindagjald á vindorkuna. Já, mér finnst það, hvernig verður nú innheimta bara auðlindagjald af fiskuauðlindi? Fyrst, já, horfum aðeins á það. OECD setur Íslandi ruslflokk varðandi vernd leigjenda. Mjög merkileg frétt sem er inn á samstöðinni réttindi leigjenda og þetta er bara svo mikilvægt réttlætismál. Það er bara hvetja fólk til þess að fara inn á samstöðin.is og lesa fréttinnar. Já, þetta
bara horfa á þetta línur, þetta bara einmitt. Herðu, svo spurningum uppgjör í kjölfar HM í handbolta, viltu tala um það eitthvað? Ég veit ekki, mér finnst það skemmtilegt að maður heyri það svona hér og þar. Já. Að það sko svona almenna niðurstaðan þetta mót einhvern veginn sem að enginn svolítið að svona meðvirkni. Já. Þetta náttúrulega lið sem að ætlaði sér að fara langt og endaði 12. sæti. Já. Að minnst gaman að fylgjast með þessu hvernig það kemur fram. Já. Og svona talað mistök þjálfarans og svona hvernig hann spilaði út liðsheildinni, hvernig hann reynda að keyra alltaf sömu mönnum og handboltinn hefði ekki breyst og hann fylgdist bara ekki með en svo einhvern veginn næri ekki umræðan svona fram að því að við viljum svo endilega standa með liðinu og landslýstalorunum og þannig að það eiginlega kemst ekki á dagskrá að greina það hvað fer úrskeiðist því að nú þeir sem hafa mikið ná á handbolta, að Íslendingar verða að komast í 1 af 2 sætum sem að losna við Evrópu keppninni í janúar á næsta ári. Því annars komast þeir ekki inn á Ólympíuleikana og það er því þá í 3. skipti held í röð og sem er óásættanlegt fyrir þjóðaríþróttina. Þetta er þjóðaríþróttina og það er þessi janúar sýnir það alltaf að það er til dæmis áhorf á sjónvarpinu á leiki í handbolta eru bara áramótasköpslevel sko. Þannig að það getur enginn efast handbolti þessi þjóðaríþrótt. Nei. En við kannski, hann er eitthvað eftir að þessu móti, kannski fáum við bara eitthvað svona handboltamann til þess að tala um þetta. Koma og útskýra þetta eitthvað eins. Því að stundum er gaman að hlusta á tala um handbolta, því að það snýst ekki um handbolta, það snýst sko hverju ábyrgð þess sem að tekur að þessi stórt hlutverk, hvað gerist þegar hann ekki að skila sínu. Þetta er svona, getur verið svona kennslubók í að byggja upp liðsild, að hlusta á þjálfara og það sem að hafa einsýn í þetta. Sjáum til hvað við gerum.